Jú, komið sæl og blessuð og verið velkomin til Þorlákshafnar. Framundan leikur Ægis og Gróttu. Þetta leikur í Lengjudeild karla eins og ég væntanlega hafi gert ykkur hugmynd um. En bæði liðin að koma skítköld til leiks og ég notfæri mér. Það er frábæra upplýsingar sem að Sölvi Haraldsson hjá fótbolta.net er að gefa okkur hérna í beinu textalýsingunni. Hann er nú að rita margt og fagurt hérna á beinu textalýsingunni en þess að tala það er eiginlega ekki mörg lið. Það er bara ekkert lið í deildinni með svona á verra rönni akkur núna en Grótta. Ægismenn sömuleiðis eru ískaldir og Ægismenn svona svo ansinn átti að vera fallnir. Það er ekkert örugt í þessu ennþá en ef tapar Ægir hér í kvöld þá þurfa þær að fara að treysta á önnur úrslit og þá gæti orðið bara ansi erfitt. Ég sem Ægismaður svona nokkurn veginn búinn að gefa þetta upp á bátinn en það er þessar fölsku vonir sem að vilja svíkja mann og maður er svona einhvern veginn gegn sósar af þeim. En Chris Basel, þjálfari Gróttuliðsins, spurning hversu mikil þolinmæði er fyrir honum á Seltjarnarnesi. Hann rætt og ritaði það að Grótta spili skemmtilegan og góðan fótbolta en það eru úrslitin sem að skipta máli. Með Nenad, hann er bara kóngurinn í Þorlákshöfn og hann gæti skipt sjálfum sér inn og það er ekki sett spurningamerki við það. En það er blessuð blíðan í Þorlákshöfn eins og alltaf. Það vil segja light 15, 16, 17 metrar á sekundu í 8 öðru markinum sem er jákvætt. Þetta er ekki á hlið sem að gera leikinn svona frekar leiðilegan. Þá er leikurinn boltinn bara út af innkasti en sjáum að frá okkur séð þá er vindurinn í 8 markinu sem að snýr út á sjó til hægri. Þannig að það kryddar bara aðeins leikinn. Það hafa ekki verið margir leikir hér í Þorlákshöfn í sumar þar sem við fengjum blíðu, 1, jafnvel 2. Annars hefur þetta bara verið rokraskat. En sjáum hérna liðin ganga inn á völlinn og dómari leiksins. Dómarinn er Arnar Þór Stefánsson. En við getum rúllað yfir byrjunarliðin. Hjá Ægi stendur Stefán í markinu. Dabi og Grímsi eru miðverðir liðsins, Arnar Logi er í vinstri bakverði, Anton þeim hægri, Atli Rafn og Beli eru djúpur á miðjum, Jói Breki svona fyrir fram að þá. Svo er Aron Fannar nýkomandi liðsins frá IR á vinstri kantinum og David, það kalla hann David, hann heitir mjög flóknu eftirnafni, ég ætla bara að kalla hann David, eða David, kalla hann David. Og svo Binni fremstur, því miður rólinn frá vegna meiðsla. En já, Gróttu stendur Rafael í markinu. Arnar Daniel og Aron eru miðverðir liðsins. Mér minnir að Arnar Daniel sem kallaður Addi Bomba. En ég ætla samt að kalla bara Arnar. Patrik er í hægri bakverði, Kristófer þeir vinstri. Svo er Valtýr djúpur á miðjunni, Gabriel og Grímur svona fyrir framan hann. Axel út í hægra megin, nú með vinstra megin og Sigurður Steinar fremstur. Styttist í þessi veislu fara á stað. En áhugavert að Grótta eru 5 stigum frá umspilssæti en þeir eru bara nálgast fallsætið. Þeir eru bara 3 stigum frá fallsæti á staðinu núna en leikur hér klálega svona hérna séu klálega tækifæri til þess að koma sér aftur á sigurbrautina. En Ægismenn eru sýnt veiðin ekki gefin og svona heyrt út undan mér að Ægir ætli sig núna bara að einbeita sér því að fá eitthvað góðan fótbolta í gang og undirbúa sig fyrir aðra deildar á næsta tímabili sem bara skiljanlegt. En nú styttist ég að fara á stað. Ég er bara spenntur.
mikilvægt. Sjáum að Grótta þeir byrja með vindinn í bakið. Og það Ægismenn sem byrja leikinn. Komið á stað og bara góð skemmtun. Arnar finnur allina miðju. Já. Boltinn tilbaka. Stefán smá pressa en þetta óþægilegt. Tapi hér. Lúra þessu hérna upp í loft og þessi bolti, jú, hann farinn. Sjáum hvernig þetta verður, hversu lengi liðin verða aðlagast að rokinu. Það nefnilega stíf svona vindátt í áttamarki Ægismanna og þeir þurfa svona einhvern veginn að vera fljótir að ranka við sér. Og nú að losa hérna pressuna. Og þessi bolti farinn. Það eru Gróttumenn sem eiga þetta engast, smá reykist þetta með hérna. Þetta er ekki langt engast og Dabes kallar þetta frá. Og koma sér burtu hérna, já. Ok, en ekki langt, þetta er ekki góð byrji fyrir Ægismenn. Bara legið á hérna. Og ég ætla að finna bara masspyrnuna, þetta pínu kærleystlegt. Já, vel gert að þetta er rosa erfitt að spila fótbolti við þessu aðstæðum en Ægismenn eiga engastið. Yfir á Grímsa, Grímsi strákur sem hringir núna í glugganum frá FH á unglingalandsliðsleiki og er að fá tækifæri. Þetta er ekki sniðug spyrna hjá Stefáni, hann á ekki að spyrna hann upp í loft. Og hér skot! Og þetta er Dabben að henda sig fyrir þetta. Og hér getur Ægismenn, Anton og David. Hann er ótrúlega lungi með boltan svona miða við. Svo ber ekki en þessi bolti út af engasti sem að Gróttumenn eiga. Og hérna með næskallan en þessi bolti er best aðdala tilbaka á Stefán Markvið Ægismanna. Já, ég finn til með Stefáni að þurfa að brasa í þessu því að Ægismenn er yfirleitt sparka boltana bara langt fram en það er bara ekki boðið núna hérna fyrstu 45 mínútur leiksins. Arnar setur hann bara upp í aftan Brynjáls en gengur ekki og já. Og Jói finnur ekki samherja, þetta er pínu bras, sjáum að komin í fínt færi hérna og þetta er stórhættulegt, Sigurður Steinar með skot en þá henda sig fyrir þetta. Já, fínt varnarleikur. Já, Grímsa. Hérna í mikið vesen að halda honum föstum en einhvern veginn á hann að negla hann fastar hérna lögur í jörðina og taka hotspyrnuna á hann að fyrra á stað, já. Og þetta er alltaf auðvelt fyrir Gróttumenn skotið hérna fyrir en stoppa næstu í, þetta er svo mikið rok hérna á vellinum, þetta verður þungur lífróður hér fyrir þá gulklæddu. Og mátti litlu munna hann að Jói Brynjar næði setja Brynjarni í gegn, sendingin var alltaf laus, Atli gerir vel vinnuboltir hérna á miðinni. Já, Atli verið frábær fyrir Ægismenn í sumar.
Það að komast af allt í hérna á miðinni, en tapar boltanum hættulust að Beli hér og geta Ægismenn notfæst þetta. David úti hægra megin. David. Dregur hann með sér, David. Komið glugganum fyrir Ægismenn og það er komin fyrir og vinnur hér hospiti fyrir Ægismenn. Já. Þetta það sem Ægismenn þurfa að lifa á hérna. Föstu leikadriðin. Spurning út á Kristófer, þessi Kristófer sem liggur þarna eftir. Fengið líka takkana frá. David í sig, já. Algjört ógulega verksamt. Spurning hvað verður þessu hospitnu. Já, það getur bara verið alveg hættulegt að fá sig skyndisóknina í þessum aðstæðum. Kemur boltinn fyrir og þetta er skalli frá Dabben. Þetta er fram í markinu. Flott hospitna. Sjáum það upphæði móts var lið Ægismanna mikið skipað erlendu leikmönnum. En nú eru það hans tveir. Dabbe er svona varla erlendu leikmaður, búinn að vera lengi á félaginu. Þetta er hans held í 3. eða 4. tímabil. Og búinn að koma upp með liðinu. Og David sem að kom í glugganum. Það eru svolítið meiðsli í hóp Ægismanna en gleði með að sjá. Nenad og Baldvin gert mjög vel að fá unga og bara unga spilara til að svona, hér fáið tækifæri með Þorlákshöfn til að spila fótbolta, ekki bara sitja á tréverkinu og snerta svo bolta á æfingum. Það er að fall, nekkar honum hér í böllin. Dabbi á vel við þetta, tekur hann bara niður en tapar honum aðeins frá sér hérna. En Atli kemur og sker hann á snörunni, Grímsi og David býður sig og David reyna að setja hann í gegn. Ég er svona oft mjög óviss með David, hvernig leikmann hann er. Kemur hann oft mjög mikið óvart, svo stundum er hann einhvern veginn alveg út á þykjum. Hér frábær bolti inn fyrir og nú þarf að klára þetta bara að setta. Engum mun að Aron Fannar hann í dauðafæri, komst hann að slapp inn fyrir. Aron Fannar kom frá IR og var nú ekki að spila mikið þar. Enda var hann í þeirri stöðu það sem hefur líka besti var IR-liðsins í sumar. Þannig að hann kom sér bara annað, færi sér bara upp deild og fyrir þær í byrjunarlið. Já. Klárlega besta færi leiks þarna sem að Aron Fannar fékk. En það er oft erfitt að spila meðvindi. Svona að reyna, ef þú þarf að lyfta boltanum inn fyrir vörnina þá hefur þú enga stjórn á honum og hér Stefán út í markinu, já. Sem að Grímsi býður sig hérna djúpt, fær ekki boltan. Og, já. Og Logi lætur bara hennar bolta fara. Svona mikil mildi fyrir Ægislið að fá Loga inn í byrjunarlið. Búinn að glíma meðsli og var aðeins úr formi en hann er komið með smá svona know-how þekkingu inn í að þetta hlýtur á brot. Já. Logi hefur komið með smá svona know-how. Var auðvitað fyrirlið Selfossliðsins í þessari deild. Uppalinn í Þorlákshöfn. Svona elskar að rífa kjaft og vera með vesen. Ég skil ekki okkur er að taka þess að aukarsmenni stutt. Bara hann dæla þess inn á teig en ok. Og fallið samspil hérna, Anton kominn í fína stöðu, keirir í átt að teignum, kominn á teig og neglir bara á markið en það fyrir verið þetta, já. Ok, ég var nýbúinn að tuða yfir því að okkur það tók ekki aukarsmennin að manga en svo fá bara þetta fína færi, kjölfæri. Þannig að má eiginlega gefa sér það að allt sem ég segi hér er yfirleitt. Það er ekkert mikið vit í því. Ég sann segi hlutina, það er bara þannig. David tekur hotspyrnuna. Kemur boltinn fyrir og þá skalla alltaf frá. Dabbi hér upp í skallan svona rétt aftur fyrir sig og Arnar á vinstri. Arnar Logi fær ekki mörg betri færi en þetta í leik. Hann er með banettra vinstri löp. Já, Ægismenn klálega vaknaðir hérna. Láta gróttumennum líða illa. Brynjólfur pressa á Rafal og þessi beint á Arnar. Fín pressa hérna. Þessi bolti
Já, Brynjólfur Binni, eins og hann kallar. Og rangstæður. Rafael með, já, góða sendingu. Anton lætur þennan fara, sem að Númi eltir hann, en Stefán þessi kemur tilbaka. Frábær skalli hana. Og Grímur sem vann hann að góða skalla. Boltir út að hægra megin, það er Patrik. Patrik með pláss hérna og kemur, nei, vel gert hjá Loga. Komast fyrir þetta. Sigurður Steinarina nær að halda boltanum lifandi. Boltin hann fyrir aftan. Gabriel sýtist mér. Brótið á Bele, já, vel gert hjá Bele að henda sér bara niður. Losa pressuna. Brynjólfur upp í loftið, þetta er kannski, ég segja, riðlar sóknarleik Ægisleisis mikið að Brynjólfur er bara allt öðruvísi leikmaður en Rólin. Það er einhvern veginn mjög þægilegt að hafa Rólin sem uppspilspunkt. Hann einhvern veginn tekur allt niður á kassan og það er að koma honum að samherja meðan að Brynjólfur veit meira. Leita aftur fyrir línuna. Gróttumenn hér í sókn og frábær bolti. Lúmskur hana Gabriel með skot og Stefán við þetta. Og kemur frákastur á Núma, leggur hann út. Og já, Grímur smá ákveðin, kemur hann beint að Núma, þetta er stórhættulegt og hvað er þetta? Hendi! Nei, nei, nei. Hendi dæmt hér. Já, algjör klaufagangur í vörninu hjá Ægismönnum. Grímur hana mjög óákveðin og losaði bolta bara beint á Núma sem að skynsam ákvörðun, setta bara beint aftur í spil. Þetta er pirrandi. Já. Það er Gabriel sem að fer á punktinn. Þetta var ekkert eðlilega pirrandi í viðurkenni það, enda mikill Ægismaður. 13. mínútu leiksins. Getur Gabriel hér komið Gróttumönnum yfir, er hann ekki bara að fara að lúðra þessu yfir? Eða hvað? Stefán ansi nálægt því, hann fór á þenni rétt hótt en geggjum vítaspyrna hjá Gabriel sem að kemur Gróttumönnum í 1-0. Já. Finnur hans til með Grímsa. Unga drengnum í vörninni. Það var hann sem að kom með þessa hræðilegu sendingu. Og úr því varð vítið. En bara áfram gakk upp með hausinn. Ef þú ætlar einhvern tímann að keyra mistök í meistaraflokksbolta á háu leveli þá er það líklega þessa dagana hjá Ægismönnum. Það sem er svona nokkuð gefið. Hérna fer að hlaupa þér hornin. Stefán. Sjá. Og góðu skalli á Jóabreka. Binni, vinnur Loga og sjáum að Aron. Okkur fær ekki boltan, jæja. Og þessi bolti í gegn og Jóabreki sett hann! Nei! Frábær bolti en einhver misskilningur, eitthvað bara klaufalegu varnarleikur hann hjá Gróttumönnum hvernig þessi bolti komst allavega í gegn á Jóabreka. Já. Og enn einn hotspinna sem Ægismenn fór hér. Boltinn fyrir. Drífur allan pakkan hana og skallar til burtu. Anton. Lyftur honum aftur inn á teig. Já. Patrik komur svo frá en ekki langt. Beli hann í baráttunni við hann og huggulega gert. Og það geta Gróttumönnum sótt hratt. Númi eldsnöggur. Skítræddur við þann gæja. En Axel nær þessum ekki. Anton gerði vel. Hann er líka eldsnöggur. Boltinn yfir að Loga. Þetta er allt og hátt. Gengur ekki.
rosalega erfitt að spila fótbolta við þessar aðstæður. Og já. Og hann Grímur náttið Baldursson. Grímur og Gabriel á miðunni, já, Gróttu. Geti verið svona nafn á bók frá Gunnar Helga. Grímur og Gabriel á miðunni á Gróttu. Finnst það bara fallegt. Og spilna hér sem Gróttu mun fá. Og, wow, ok. Valtýr náði að toucha hann á boltan sem hotspilna var eiginlega nánast meðfram í jörðinni. Og Arngrímur setur hann á David. Og David ekki að skila þessu boltanum, finnur Atla, vel gert hérna, koma honum út í vítina. Jói Breki kemur honum fyrir. Og já, Jói nær að setja tann í boltan, hann nær þessu bolta, hann er eldsnöggur. Nei, jú. Náði honum ekki. Atli, vel gert hjá Atla að ná setja höfuðið hennan. Beli, aðeins og ansi kaldur hérna. Já, þetta var bara svolítið töffaralegt. Og Breki með hlaupið, Arnarlagi lítur upp, skellur hann yfir á David. David býður og finnur Arngrím. Já, þetta er fín spilamennsku á Ægismönnum. Kemur boltinn fyrir, Binni tekur hann niður. Ætlar hann að setja hann á Jói Breki þarna, Jói Breki var ekki alveg í stöðum, við vissum hann að vera rangstæður. Boltinn langur fram og Grímsvík gerir vel. Skandlar bara niður á Anton. David. David. Hann er víst austur-evrópskur, þá var hann David, frekar en David. Svolítið lengi að skila sér boltanum hérna, en einhvern veginn. Já, vinnur í aukaspyrnu. Svolítið hanga á honum. Það er eins og hann sé með það svona hlutverk að hann þurfi að láta allt gerast hérna. Bele út á Anton. Anton með huggulega hreyfingu, þetta hlýtur að brot. Nei, ok. Jæja, það kom broti. Já. Og þetta er hættulegt. Anton núna er eftir og geggjum móttaka hjá Núma. Og þetta er stórhættulegt Gróttumenn hérna, kominn á teig. Og Númi, en flottu varnarleikur, vel gert af Stefáni að koma út. Þessi Númi er ekkert eðlilega snöggur. Beli skiptir boltanum yfir Arnar Loga. Og Jói tekur hlaupi hérna. Aðeins að þungsendingin hjá honum. Já, einhvern veginn. Þeir maður alltaf að trúa að Ægismenn hafa átt frábæra kafla í leikjum. Einhverja leiki, svona ekki margar framhjálpstöðar sem hafa verið 90 mínútur af góður spilamennsku, en margir kafla góðir og ansi góðir. Og hér Brynjólfur spilur með hendi. Nei, leikurinn hættir bara áfram. Ára Númi og vel gert hjá honum. Tabi Atli. Það er einhvern veginn mikið öryggi yfir Atla alltaf. Jói. Það setja hann í hlaupulegina. Atli fær boltan hér og heitir komin í fína stöðu. Brynjólfur er ekkert að bjóða sig. Hann er, já. Bara kannar skokkaði með, hvað? Jæja. David fer á ferðina. Kemur hann fyrir, geggjað bolti og Atli skorar! Já, geggjað bolti frá David hana. Og Atli skallar hann í nærhornið. Frábær sending og geggjaður undirbúningur hjá David. Kalla alltaf David, þetta er David, eða bara Davíð. Þetta er hann fáránlega góður undirbúningur. Og Ægismenn búnar að jafna. Atli þurfti eiginlega ekki að gera mikið en hann að setja bara hausinn í boltan því að sendingin var föst nálægt markinu. Já. David, ég ætla ekki að reyna að segja nafn hans. Ég skal reyna það fyrir ykkur. Bara út ég er í góðu skapi hérna. Hann heitir David Bielobrk.
B-J-E-L-O-B-R-K. Bjelobburg. Þannig að ég held að sé best bara að kalla hann David. Gerði þetta fáránlega vel. En við komum strax Patrik hérna næra þessum. Já. Boltinn út. Gabriel. En þeir ná að losa pressuna hérna. Aron. Auðvitað með reynslu úr efstu deild. Káringur. Patrik. Já. Og hér ekkert dæmt, leikurinn heldur áfram. Patrik. Allt innu, já. Og Sigurður Steinar fyrir vel með boltan og hér klárt brot. Það er búið að sparka hann hérna ansi oft niður. Og Bele fær guldspjald. Og mögulega bara klárt guldspjald hérna. Og sparka niður rétt áður. Og spurning hvort að Gróttumenn á að nota sér þetta. Það er Grímur sem tekur þessu aukaspyrnu. Og þetta er hættulegur bolti. Úff, ok. Skiptir með rángstöðana, nei. Skiptir engu máli því að Stefán kemur boltanum bara strax í leik. Bele fyrir hann á miðjuna, þetta er frekar krátið þarna og áfram með þetta. Ég skil ekki þessa ákvörðun, fór bara beint inn í þvöguna og skot hérna, vá! Fínt skot frá Grími þarna en Stefán varði vel. Bele verður að passa sig að tapa ekki boltanum þessum stað og fara svo bara kvart á tuði við dómarunum. Hotspinna sem Gróttumenn eiga. Kemur hann fyrir og Arnar kemur svo frá. Þessi bolti farinn. Gróttumenn eiga þennan. Tíkta Patrik hérna. Hvort takk hann langan. Já, Patrik lúður þessu inn á teig. Og Dabin er skallanum og vá, David er næstum búinn að gleyma sér. Mátti engu muna. En ágætlega svo trætt. Jói hérna eldstökur, herðu, halló! Býttu nú við. Hvaða litur á þessu spjaldi? Þetta sé ekki gult spjald. Við sjáum að dómarleiks er að íhuga þetta. Þykist vera aðtöfa með leikmænin svona til þess að gefa sér smá auka tíma til þess að hugsa þetta. Arnar Þór. Hann hlýtur alltaf að koma spjald. Já, hann læði bara í gula spjaldi. Já, þetta er líka sanngjarnt. Það var ekkert beint sloppinn í gegn. En allt í lagi að biðja það. Svona ekkert mál að tuði við í smá en við vitum alveg hvað er rétt og þetta er líka bara réttur litur. En lífsnauðsynleg tækling. Þó að það verið heilmikið eftir fyrir Aron Fannar hana. Grímsi og Dabbi kemur. Leggur hann bara fram og Brynjólfur er rétt stæður. Brynjólfur komur inn fyrir. Hann lítur að skora. Brynjólfur kemur hann í 2-1. Þvílík sending frá Dabbi og allt í einu að Binni galopið fremstur. Vá, þetta var sérstakt. Og afleitur varnarleikur en sendingi frá Dabbi, ég veit ekki hvort það var hreinsun eða sending, við köllum þetta sendingu. Allt í einu Brynjólfur fylgdi þarna út úr vörnin en enginn var, fylgdi línunni, það var enginn að dekka hann og Ægismenn allt í einu komnir yfir. Lendi undir hérna upp af leiks en svo sannarlega biti frá sér hér. Og Brynjólfur valla sérst í leiknum, svo fær hann bara eitt færi og klárar þetta opaslega vel gert. Já. Vel að fólögt yngast þarna. Sá það ekki.
Atli duglegur hérna, frábærlega gert. Já, mér líður eins og Atli geti á klálega geta spilað sér deild bara af svona eljusemi og dugnaði. Þvílíkt góður pressuleikmaður. Hann er mjög, svona, hann er lús yðin. Og einhver sem ægismenn eiga. Ég vona bara fyrir Þorlákshöfn og Ægi að það sé engin lið að fara að kroppa í menn eins og jafnvel Atla eða Dabi. Dabi getur klálega að spila sér deild, hann er endur ekkert að yngjast. Úf, vá, fótavinna hjá Arnarló, þetta var ekkert eðlilega huggulegt. Aron tekur hlaupið hérna, en þá hreinsaði þetta burtu. Atli inn á miðju, já, Bele lítur upp og skiptir honum yfir, vel gert. David nær þessum. David, síðan er Bele hlaupin hérna, en gengur ekki, þetta til Anton sem hana, já. Eins og ég sagt hérna áður í útsendingunni, Ægir getur spilað alveg hörku helvítis fótbolta. Þetta er ekkert bara eitthvað langur fram og vona það besta, þetta er bara actual fótbolti í gangi hérna. Bolti fyrir, Jói Breki, bara sterkari, heldur honum og kemur honum út aftur. Þeir eru fámennir og teig ægismenn, já, ég er að fíla nýjumennina í ægisliðinu. Aron Fannar, Jói Breki og þetta Grímsi. Og Grímsi hefur vissulega gert smá mistöku í vítinu, en þetta eru hörku fótboltamenn. Hér losar Kristoffer pressuna. Dabi skattar hann bara heim. Til Stefáns. Logi býður sig og fær boltan hér, já. Og Atli, fábærlega gert. Aron Fannar. Og Atli inn á miðju. Og hérna, vel gert. Atli með geggja fótaðinu, ópinn hann það. Og Dabi, hann er á sett þarna. Næstíð búinn að vinna boltar, þá eru fámennir tilbaka, ægismenn. Og Grímur, skilur hann á Patrik eða út í hægra megin. Og, já, vel gert Logi. Ég vil að fá boltan aðeins fyrr á Atla hérna. Hallsmenni hér frá Pottum standa törju boltanum, en Grímur hörvar. Þetta er hann nær, skalla þetta frá. Og Brynjólfur tekur boltan niður og já, kemur hann með hlaupulegina fyrir David. David hérna gegn Núma, þeir eru 2 og 1, hann þarf að líta upp og sjá. Hann er ekki einni, hann er lengi hérna og lætur vaða. Svolítið. Aron Fannar átti að vera frekar á öskra boltar hann, líka að gera það. En David ákvað að gera þetta sjálfur. Já, þetta var illa að fara með gott færi hann í ægismönnum. Ég vil að sjá Aron bara fá boltan snemma og láta Núma þurfa að taka eitthvað ákvörðun. Klárlega hægt að fá betra færi þarna. Þessari stöðu voru bara 2 og 1. Rafal. Lyfti honum hér í átt á Núma. Númi hælar hann skemmtilega á Sigursteinar, en Dabi. Anton, en Kristófur gerir vel og hér komur í fína stöðu Sigursteinar með skotfæri. Vel gert. Já, Stefáni var þetta vel. En eitt yngastið sem Gróttumenn fá hérna megin. Og þá lúðra þessu inn á teig. Og þetta fyrir ykkur niður. Og hvað á að geta gera neitt í þessu? Hver liggur að það? Það hefur verið eitthvað. Er þetta Dabi sem liggur eftir? Ef þetta er Dabi sem liggur eftir, þá er það ekki, hann er ekki að
platna neitt, ég get lofað ykkur því. Ég verði til að geta séð þetta aftur. Það er líklega erfitt að sjá það, en Dabbi, hann liggur ekki eftir og öskrar svona þegar bara svona upp úr þurru. Og hann hefur eitthvað gerst, það er klárt mál. Dabbi er austur-evrópska gamla skólanum og er vel harður. Og dómarakast með óþægilegum stað og leikur komin í gang. Þú þarf að taka eitthvað ákvörðun, ja, kemur hann út og bolti beint fyrir og Stefán út og verður þetta, eða grípur þetta. Stefán finnur Grímsa. Grímsi lyftur hann hér. Aftur að Jóabreka, boltin yfir hann. Það 31 mínúta liðin á leiknum og staðan 2-1 fyrir Ægismenn. Rafael kemur honum á Kristoffer. Rafael. Kristoffer. Og þetta er auðvitað fyrir Dabbi. Já. Patrik öruggur á boltanum hana, gerir þetta vel. Það var Arnar og Aron. Já, Grótti með Nasa, klapp honum núna. Aron, út á, þessu nátti, vittin á Kristoffer. Númi. Og Rafael verðist vera ískaldur alltaf á boltanum, en hérna Atli kemst fram fyrir og vinnur boltan á hættulegum stað. Og fyrir niður, nei, ekkert dæmt. Flott pressa, samt sem aðeins hjá Atla. Sigurður Steinar finnir ekki Samir hérna, en Atli hérna miðinni, en aðeins og setna taka ákvörðun hana. David kemur á boltanum og menn þurfa að bakka núna. Og Stefán mætir út á markinu. Finnur bara Grímsa, stutt. Grímsi hér, hægra megin og já, Stefán. Það teima Gróttilega hans ofar á völlinn. Dabbi dregur sig alveg út til vinstri og fer hér á stað. Logi kominn hérna mjög ofalega. Og Logi vill fá henni hlaupið núna, nei. Dabbi finnur Binna, góð móttaka. Og smá hérna er aðeins og svona ókrátið hérna, já ok, Logi. Logi, kloppar hérna, þetta er svolítið erfitt. Já. Grótta á þennan bolta. Aron. Kristoffer. Sjáum að Gróttan að ná svona smá völdum að leiknum núna. Svona possession. Lega séð allavega. David. Hann er ekki að skila sér boltanum hana, en vinnur hann aftur. Og grjótharður hérna, mikil baráttu milli David og Kristoffers. David svo fórnar höndum hana, veit ekki alveg af hverju. Hann fengið smá högg á hnið, tók allan það. Arnar. Já, sama Gabriel kominn út í hægra megin núna. Aron. Já, vel gert hjá Grímsa, vinnur boltinn hérna, ábúðslega vel gert og Jóbreki út á
Aron Fannar, Aron á ferðinni hérna. Setur hann í hlaupalegina fyrir Binna, Binni snýr og Binni komið fram með honum hérna á. Binni þannig boltan með skotið. Það er engum munið hana frábær. Það var flott spilamennska á Eiðismönnum og vel gert Binna að finna þetta skotfæri. Og Aron Fannar bjóta til hann á, flottu bolti yfir á Aron. Skritti sending frá Stefán og markinu ætlar hann að finna, lofa þarna, gekk alls ekki. Og Patrik lítur inn á teig og þetta er stór hættulegur bolti en Dabin er að setja tanna fyrir þetta. Og hornspyrna sem Gróttumenn eiga. 10 mínútur eftir á venjulegum leiktíma. Hér í fyrri hálfleik í Þorlákshöfn. Hann er ekki fjölmennt hérna í stúkunni en það er virðingu fyrir þeim sem að mættu. Það er ískalt úti. Komið haust í Þorlákshöfn. Því miður. Hornspyrnan tekin stutt og þetta er huggulega gert. Vá, náðu bara ekki að taka boltan hann að gera nokkuð við hann og hérna geta það sóttrætt. Aron er eldsnöggur. Með 3 Gróttumenn hlaupandi eftir sér og hleypir bara út í horn. Nú þurfa ykkur Ægismenn að hjálpa honum. Hann er bara Gróttumenn sem komið tilbaka og Aron sótti hann sér hart að honum hana. Og já, það var erfitt. Hann hafði eiginlega úr engu móða þarna. Aron sjá núma tekur hlaupið þarna og mér leist ekkert á það sem betur við notaði ekki. Brotið á Grími inn á miðjum. Gabriel setur hann beint inn út til hægri og þetta er rangstað. Já, þessi 4 fremstu í Ægismönnum hafa bara litið nokkuð vel út. Dabbi tekur þetta bara tilbaka á Stefán. Atli býður sig, fær boltan hér. Og vá, rosalega vel gert hjá Atla og það var fárulega vel gert hjá Atla hana. Logi og Jói leitar hann á miðju. Skiptur hann minni yfir og David, jæja. Þetta Gróttumenn með sóttrætt, það var ansi mörg að hvíta treyjurina. En boltinn hana lengi að berast til Gríms. Grímur skiptur hann yfir, huggulegur bolti. Patrik. Og Patrik hérna á mikilli ferð. Og enn og aftur nær Logi að henda sig fyrir þetta. Ennin hornspyrnan, ég veit ekkert hvað er komið á margar, en ansi margar. Og hérna einhver átök inn á teig. Hornspyrnan tekið inn. Þetta er ansi hátt hérna. Allir nær að skalla þetta frá. Og huggulegur bolti hérna inn á miðjuna. Já, vel gert. Ófnir. Já. Svo boltinn leikur svona aðeins tempóði dotti úr leiknum núna þessa stundina. Það er bara akkurat það sem Ægismenn vilja. Vel gert hjá Grími hérna. Grími verður öflugur á miðjunni á Gróttu. Og reyna að stinga honum í gegn. Sigurður Steinar. En Anton hreinsar þetta í burtu og það er Aron. Hælar hann með sér og það var erfitt. Það var það. Sigurður Steinar. Sigurður Steinar fer bara á. Gríms þarna á, vá. Þetta voru svona ansi crowded. Allir koma að bjarga þessu. Það er David. David á brotið á honum. Já, vel gert David. Þetta er klálega held ég bara
bestu mínútan sem ég sé. Hann ennþá heldur hnið, ekki líst mér vel á það. Nennum ekki fleiri meiðsli með það. Vonandi að hann bara dotti á hnið, svo vonandi að venst. Hræðum alltaf þegar ég sé menn haldum hníðin á sér. Jói bara ekki í loft, en Aron sterkur hérna, skattar boltan frá. Bele leitar bara tilbaka á Grímsa og góð bolti yfir að Loga. Aron býður sig og það er svolítið flókið. Kom bara aftur tilbaka á Loga hérna og byggja upp sókn. Guðlega móttaka. Patrik, saman hlaupið. Og Grímsi mættur en tínur hann aðeins hérna. Mér líst ekki á þetta. Og Númi á vinstri vændinum hættu faða. Þetta er yfir markið. Já. Ég er þarna guðslefandi fegin. Spark frá marki Ægismanna. Stefán. Boltinn best að leita Davíð. Jói Breki setur hann bara út í vittina og kiksa boltan og Aron. Hann er ekki að taka boltan með sér. Allir með honum, settur hann fyrir. Settur hann á að sá til pinna. Sendu boltan, drengur. Allt og lengi að taka ákvörðunina. Bæði með Atla og svo þegar hann fekk ekki boltan og Atli opnaði fyrir pinna. Fekk ekki heldur boltan. Jæja. Þetta gróttum að refsa. Hann sé þungt hérna. Bele, næra, komist í boltan. Vel gert hjá Bele. Davíð fer vel með boltan og enn og aftur sparkaði niður. Hann var augljóslega að sparkaði niður hana, jæja. Ekki að pyrra mig ómikið á því. Davíð liggur ennþá eftir. Hann er út af vellinum sem er pínu skellur. Þegar það þarf ekkert að stoppa leikinn. Nú er til að Emil, hann má fara. Nei, ok, Davíð heldur áfram. Boltinn er einn fyrir Númi og Stefán mætir. Og mætir seint. Vá. Brjálaður hérna í skílinu hjá Gróttumönnum, vilja fá víti en nei. Stefán pínu ákveðinn hérna. Sparkar hana bara fram og þá kemur þessi upp og kemur svo tilbaka. Það fór nú líla langt að miða við rokið en liðir eins og Grótta sig aftur núna, ná smá tempo upp hérna. Bele og skot hérna, vá, úff. Bele, er hann ekki á gulu spjaldið það? Please ekki gefa hann annað gult spjald. Ég minnir hann að fengi gult spjald, ég man ekki alveg hvort það var. Bele komið með gult spjald. Hann þarf nú bara að hætta að huga og því að Gabriel lét vaða þarna og Bele kom allt og seint. Já, ég nú að segja hann getum bara talist heppinn, Bele ef hann sleppur með þetta. Já, svo virðist vera. Já, hér til hennar vegginn. Það Grímur sem stendur í boltanum. 44 mínútur komnar á klukkuna rétt tæplega og Gróttumenn hér með aukaspinn á stórhættulegum stað. Ég myndi bara láta vaða. Erfitt að eiga við þetta. Ég er svona með einhver roki með vindinn í bakið. Haldur hún niðri. Grímur lætur vaða hérna og þetta er, oh my god! Þvílíkt mark! Þú getur alveg ekkert sagt við þessu, þetta var algjörlega sturluð. Aukaspyrna. Jæja. Getur lítið sagt við þessu. Stórkostleg aukaspyrna. Og allt jafnt hér, 2-2.
Þetta var vel pirrandi en erfitt að vera pirraður þegar maður fær að sjá svona stórkostlegar aukaspinnur. Klárlega notfæri sér myndir hérna og skotið var fast, tók það samt innanfótar. Jæja, við erum allan að fá hörku fyrir áleikina. Og geta Gróttu með sótina, þetta allt galopið nú með eldsnöggur og hvað? Anton tekur hann niður. Ekki. Herjó, djöfull komast þér upp með að öskra hérna. Mikið töða, mikið kvarta. Anton. Valla er þetta rautt spjald. Ha? Nei! Ekki gefur hann rautt spjald fyrir þetta. Hvaða bull er þetta? Hvernig getur þetta? Hann ekki einu sinni að hlaupa í 8 marki. Hann að taka gamla mót honum. Jæja, þetta fer vel í taugarnar á mér allavega. Sem að Baldvin er brjálaður, ég skil það vel, þetta var vissulega ekki sama broti en þegar Aron var tekið niður náðan, hann var klárlega meira innfyrir en hann var nær markinu númi og Anton einhvern veginn bara lenti aftan á honum. Þetta var, hann var ekkert á okkur svakalegri ferð og rautt spjald, jæja. Kannski er ég mjög litaður og augljóst rautt spjald, ég veit það ekki. Ég held, svona með við línun allavega. Mér fannst línan vera lögð með brotin aðan. Mér finnst það ansi harður dómur. Jæja, Ægismenn núna einu manni. Við erum búin að berjast hérna í 45 mínútur á móti vindi og svo missaði mann af velli. Þetta er ekki alltaf sanngjarnt í þessu. Og Grímur aftur, ég ætla að segja það. Hann verið óþarfi. Og ég finnur David hér. David að neggur niður. Spurning hvort sem hefndabrót, ég veit það ekki. Þannig að nelda niður, Grím. Og hér, Jói Breki komin í hörkustöðu. Það ætla bara að vaða með skot, nei! Sem að Grímur liggur niðri. Ég veit ekkert hvað gerist þarna. David allan að fóra á kraft inn í hann. Og ég veit ekki hversu svona, hvort þetta hafi verið mjög ljótt. Já, þannig liggur eftir Grímur og mér sýnist. Ég sjá eitthvað rautt þarna. Blæður honum og er þetta ekki Emil Karel sem mætir hérna fyrirliði Þórs Þorláksson körfuboltaliðsins. Frábær fyrirliði og flottur sjúkraþjálfari. Já, hann fengið þungt höggana, ég veit ekkert. Viðurkenni það að ég er að spóla henni tilbaka og sjá hvað gerðist. Hvort það sjáist. Ég er að horfa þarna núna tilbaka, ég viðurkenni það. Nei! Hvað? Þetta var hann ekki mikið, ég hef ekki náttúrulega sagt það. Hann vissulega stjakar hans við honum en ég vissum að hann allavega að lifi þetta af. Ég meina, hvað? Ég held hann að Riki olnbogann í andlitið á honum, þetta var bara svona rétt aðeins stíð utan í hann. Það er bara, já, ok. Kannski var þetta verra en það lítið út fyrir að vera. Hann er þannig á staðan á fætur. En ansi pirrandi að Ægismenn séu hér eiga heilan seinni hálfleik eftir, mögulega einum færri. Já, línan, já, dómaraleiksins þarna. Hér, flautar.
Dómar leiksins fyrirháleikin af og það er allt jafnt hér 2-2 og búið að vera ansi viðburðaríkur fyrirháleikur. 4 mörk, rautt spjald, víti. Þetta er búið að vera mikið líf hérna í þessu. En ég held að ég sé best að ég draga mig smá í hlé og svo komum við aftur með seinni hálfleikinn. 2-2 á mörkum, mikið aksjón. Það er svona einu færri. Það er líka leikur í gráinum. Fjölnir Grindavík að spila. Það er staðan 2-0 fyrir Fjölni. Fyrir það sem vilja vita það, þá var Norrköping að vinna AEK 3-1 í Svíþjóð. Þannig að gestum á Ráðgumhúki, það er salerni hér inn í vallarhúsinu og svo hér í stærra rýminu eru sjoppa að gera það slæði.
Já, styttist í að seinni hálfleikur fari hér af stað í Þorlákshöfn. Það sem allt er jafnt, 2-2. En er ekki jafnt í liðum. Það sem að Anton fekk að líta rauða spjaldi hér rétt undir lok fyrri hálfleiks. Það var svona tvöföld refsing, ansið þung refsing þar sem að Grótta bæði jafnaði og svo mistu Ægismenn mannavelli mjög umdeildur dómur. Mér sýnist Nenad bara alltaf stilla upp í 3 manna svona aftasta varnarlínu með Arnar, Dabbi og Grímsa. Og þá verða Aron og David svona einhvern veginn kantbakurir. Við sjáum að þeir eru frekar kalt leikmönnum. En það er svona, það er smá góla. Spilnum hvað verður hér. Boltinn tilbaka á Stefán sem að neglar honum hér fram. Það var að telja til skottilurinn, ég veit það ekki. En það verður áhvert að sjá hvernig Ægismenn koma hérna, hvernig díla við þetta. Þeir eru áttu í rauninni mjög góðan fyrri hálfleik. Þetta er strax búið að opna upp á gátt og boltinn hérna fyrir en Grímsi kemst fyrir þetta. Sá hefur stigið upp eftir þessa hræðilegu sendingu hjá honum sem uppskar svo vítið hjá Gróttumönnum. Hann er mjög góður. Það er enn eitt langa engasti. Boltinn hérna inn á teig og Arnar fyrir ekki upp í þetta og það var hreinsætt í burtu. Já, ok. Bele, boltinn fyrir aftan Aron hana. Og síðast ég vissi þá var Grótta ekki skyndisóknarlið, afsakið fösta leikadriðalið. Nægilega svona mesta hættan skapast í kringum löng öngost og hotspinnur hjá þeim. Ég held að þeir verður svona fótboltalið. En hvað veit maður? Það dæla þessum löng öngostum á teig. Alli skallar þetta frá. Og Grímsi þarf að skalla þetta í burtu. Já, gerir það. Sem að Gabriel reyndir svona chip honum inn á teig. Og vel gert hérna hjá Jóabrugga, sterkur, steig hann út og klárt brot hérna. Gríms á guldspjald. Spurning hversu vinalegur Arnar dómari leiksins verður við Ægismenn. Grímsi fær hér guldspjald. Núna eru Ægismenn með vindi. Og það breytist einhvern veginn leikurinn mikið. Ægismenn voru miklu meira sóknarþengið en ég bjóst við á móti vindi. Svona miður hvernig leikurinn byrjaði líka. Jóabruggi fyrir hérna niður en ekki dæmt. Og Patrik setur inn í hlaupilegina fyrir Sigursteinar. Nei, þess ekki fyrir Axel en ná að brjóða baka aftur og Bele með huggulega opaslega var þetta vel gert og Bele fær boltan hér aftur. Hér eru margir Ægismenn og Jóabruggi skiptir hann yfir á David. Og David hér með frábæra sendingu á Atla á hann og David á vinstri vætunum og Jóabruggi, já, lætur bara vaða. David oft lengi að taka smá ákvörðun en hann er búinn að vera fínn í þessum leik. Já. Kristoffer er að finna núma hérna en þessi bolti bara út af. Grímsi biður þolinmóður. David vill fá hann. David er tilbúinn að fá hann. Og boltinn í hlaupaleiðina fyrir Binna. Aron tekur hann bara á brjóstið og heldur þessu inn á. Opaslega vel gert. Númi tilbaka. Já. Valtýr. Já. Rafal. Rafal hérna upp í rokið. Arnarlogi. Patrik heldur þessu inn á. Tók hann huggulega niður hérna. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig Grótta spilar hann að seinni hálfleik. Manni fleiri á móti vindi. Svona óþægilegt. Vissulega samt. Miklu betur að vera einum fleiri og hérna bolti fyrir og þetta er frábær sending og við dauða færi hann ekkert yfir. Gabriel í dauða færi.
Þetta var blóðugt, þvílíkur bolti fyrir þá Patrik með frá mjörðinni. Algjör tætti svo en Gabriel, maður minn að negla þessu yfir. Ég þakka honum fyrir persónulega en Jesús minn. Það var algjör sitter. Úff, aðja. Og hér, Aron stendur í lappirnar, gera það vel, Dabbe. Heldur sér inn á og finnur hérna Jóabreka. En þetta var vel gert hjá Arnari að komast hann með tannir í boltan á Númi. Hleypur hann á Grímsa. Grímsi gerir vel, fylgir honum. Ó, nei, upp með. Hvað er þetta? Grímur fór niður þetta ára. Það er allir að henda sér niður hérna. Æja, ég ætla ekki að láta það fyrir töðan það mér. Valtýr, Grímur. Kristófer hérna átti vinstra megin. Með Núma með sér, chippar hann með Núma og Númi. Aftur og þetta er opaslega huggulega. Nei, upp með þig! Ok. Æja, það var ansi svona, það var ekkert mikið að sækja. Ég svona hélt að væri að fara að flauta en. Nei. Ég held að Ægismenn munu fá ansi marga 50-50 dóma hérna í seinni hálfleik. En Atli virtist bara standa í lappirnar hann og hlaupa á hann. En eins og ég segi, ég er mjög litaður Ægismaður hérna í lýsingunni. Þið myndið ykkar eigin skoðanir á hlutunum. Ég er ómögulega ófær það hér að vera hlutlaus, enda úr Þorlákshöfn. Ég fæ að vera Ægismaður hérna. Ég ætla bara að njóta þess. Það er ekki mikil naut samt í því svona almennt að vera Ægismaður. Yfirleitt er það erfitt. Bara mörg erfið augnablik hérna í sumar. Og hér Aron tekur bolta niður fyrir Arnar Loga. Arnar allt og lengi að skila boltanum af sér. Þetta er stórhættulegt en Dabbi mætir og hreinsar þetta upp. Númi, lítur hann á teig, kemur hann fyrir, Arnar skallar til burtu. Arnar, út í víddina á Patrik. Patrik lítur hann á teig, komið frábæra bolta á hann, Dabbi hreinsar hérna burtu. Minna áhendur á það að Ægismenn mistu mannavelli hér undir lok fyrri hálfleiks. Valtýr tilbaka á Arnar. Hann situr inn í hlaupilegina, þetta er huggulegur bolti, en Dabbi, þetta er hættulegt og Gróttuminn er kominn í dauðafæri hér og frábær varsla á Stefáni, þetta er ekki búið. Sigur Steinar og skot hérna frá Gabriel, vá, geggjuð varsla frá Stefáni. Hendi sér út á móti þessu. Já, geggjuð varsla, Jóbreki, svolítið einn hana, einangraði frammi, akkúrat þessu stundina. En dauðafæri, Gróttuminn að fá hérna færi eftir færi. Seinni hálfleik, aðeins tæpar 8 mínútur liðnar hérna. Seinni hálfleik. Og Grímur. Grímur reynar að finna Núma en Grímsi mættur. Arngrímur setur hann bara upp í loft. Og góðu skalli en vel gert hann. Þetta er ekki sending, ok. Jú, kannski er þetta sending. Taktinga sensa, Stefán. Vá, ok. Þetta er svolítið svona tætt núna hjá Ægismönnum. Það var Aron inn á miðju, Bele fer vel með boltan. Setur hann á Aron aftur. Þeir eru fámennir Ægismenn. Já. Bolti baka á Loga. Atli býður sig. Aron. Já, Ægismenn aðeins fá að klappa honum núna. Grímsi fer vel með boltan. David, þetta er slök sending og Grímur að skilast tilbaka, þetta er ekki gott. Nú getur Gróttumenn sótt inn aðrir fjölmennir. Og já, vel gert. Bele, vel gert. Sendingin kom allt og seint þarna. Var það ekki Gabriel sem var komið boltan of seint til vinstri.
það skilst tilbaka, Bele gerði vel. En það er stór hættulegt hvað Ægismenn eru opnum tilbaka. Hérna manni færri. Já, Nenad setti bara upp í 3 manna vörn og með þessa kantbakverði sem í rauninni bara sóknarmenn. David og Aron, þetta eru einhver varnarmenn. Finnst gera það sem skemmtilegast við fótbolta, það að skora mörk og vera í sókn. Kemur hornspyrnan, þetta með frá mjörðinni. Já, Arnar reynda svona snúan í nærhaldni, erfitt. Dabbe. Finnur Loga. Logi setur hérna fyrir Binna sem nær skallanum en erfitt að eiga þetta. Rafael tilbaka. Þessi bolti út af. Grímsi. Alli. David. Grímsi hér. Já, Grímsi gerir vel. Svo skilur hann af sér. Leitt tilbaka. Það er ekki mikið í boði. Bele. Góða stertingu hana og skiptur hann mér. Huggulega gert hjá Bele. Svona. Losa ákveðna pressu þarna sem var að myndast. Dabbe og Bele aftur. Bele setur henni hlaupulegri fyrir Jóbreka. Næja. Bara trúum að treystum línuverðunum fyrir þetta, eða aðstæðadómarunum. Ég er svona eiginlega á því að þetta eru bestu 55 mínútur, 6 mínútur sem ég sé frá Bele í sumar. Nú er að geggjar á miðinni, bæði hann og Atli, finnst mér. Þannig á Ægismennum. Eins og þið heyrið að tala mikið Ægismenn. En það er þetta aðeins annar leikurinn sem ég sé með Gróttu í sumar. Hinn leikurinn var leikurinn móti Ægi, Seltjarnarnesi. Það sem að Grótta unnu einhvern skítasigur, einhverju víti og Ægismenn klúðru vítin til lokinu og það var vel pirrandi. Það er eitthvað fjölmörgum leikir sem Ægismenn hafa tapað einhvern veginn á loka mínútum leiksins, jafnvel loka sekúndum leiksins. En þetta fer allt saman í reynslubankan hjá Ægismönnum sem að Baldvin að taka Ingast hérna. Ég veist sem að hann fari á YouTube í kvöld, klippi þetta út og posti þessu sem Reels á Instagram. Hvernig á að taka Ingast, gerði þetta mjög vel. Dabbi tekur í slökuspinnu, reynir að finna Binna bara í hlaupinu en Arnar skallar þetta frá. Grímur. Á. Hér Gabriel. Grímsi er mættur. Grímsi er ekkert eðlilega að tala, það er ungur maður. Það er eins og sé alltaf nýkomin á tenni. En hann er bara... Hérna sé ekki ástæðan. Hann hafa verið á tenni. Bara elskar gott tann og ég dæma hann ekki fyrir það. En það er ungur og huggulegur drengur. Og það vita allir sem að vita að þú ert svo smá liti í þér, þá ertu aðeins fallegri. Sólin er hún gerir hann sem allt fyrir mann. Hér stelur Brynni boltanum á hættulegum stað. Inni. Finnur Atla, Atli áttu bara að vaða. Atli negg. Það er ekki að halda þessu niðri. Jæja. Ægismenn að minna á sig. Svolítið smeykur við úthald Ægismanna þegar líður á. Getur verið ansið þeir eru allan ekki með rokið í einhvern veginn á sig. Þeir eru það vissulega, þeir eru mikið að verjast en það er eins og það er. Binni og Aron, það er á þessum. Rokið ekkert í hálfbólum hana. En heldur þessi ná, kemur þessi fyrir. Bele. Það er skallanum, setur hann bara mest upp í loft. Og þessi bolti dettur hann á teig og það er hættulegt. Og Bele hérna. Langaði skotið, fór ekki í það.
Æ, ok. Hann fiskaði þetta ansi vel. Hann var bara að reyna að fiska þarna en gerði það vel, mjög vel. Eða var þetta Binni? Þetta var Binni sem fiskaði þessu aukaspyrnu sinni. Sýnist bilegt að taka þetta, þeir ansi margir þessi langar að taka þetta. Skilða vel. Og skoraði úr ansi huggulegur aukaspyrnu á nákvæmlega þessum staða. Það eru Logi og Beli sem standið við boltanum, réttættur og örfættur. Þetta vissulega hentar þeim örfætta aðeins betur, en sjáum hvað verður. Arnar Logi ekkert skorað í sumar. Og Arnar Logi lætur yfir vaða og þetta er langt yfir markið. Jæja. Sýnist Davíð að það láta Arnar Logi að heyra. Jájá, allt í lagi að hafa smá kýting innanbúðar. Þess að kveiki Arnar Logi, wow, ok. En hérna geta Gróttur með sótt hratt. Arnar Logi algjörlega búinn að selja sig úr vörninni. Númi. Og Grímsi gerir vel. Sá er búinn að vera góður eftir þessi mistök. Og þessi bolti farinn. Heyrðist Dabi kalla Davide. Mér finnst það eiginlega bara, það er ný útgáfa. Við erum búin að kalla hann Davíð og nú Davide. Mér finnst það eiginlega fallegast, Davide. En allt með skemmtilega hreinsun hana, hæla hann bara. Töffara skapur í þessu. Axel tekur boltan niður. Axel er boltan hér aftur. Já, Valtýr, tilbaka á Arnar. Og já, Axel býður sig hérna fyrir miðju og boltinn út í vítina. Lýst ekki á þetta. Og Aron reynir bara að brjóta á honum, nær því alls ekki. Og hérna lenda Arnar og Dabi saman. En það er ekki slæmt að gerist þarna. Sjá, og Jói Halldór er rétt stæðum. Akkur er hann ekki rétt stæður? Það var klálega rangstæður. Svona vond. Klálega fengu Ægis með tækifæri til að sækja hratt. Stefán mætir til markinu og grípur þetta. 62 mínútur á klukkunni og ennþá 2-2. Grímsi, upp tilbaka, finnur Bele. Og hér, Jói Birgi. Og já, klart mál. Og frábærlega gert Atli hérna í fínni stöðu. Og Jói Birgi fær ekki boltan. Það er nú hér. Og Grímsi. Dabi. Finnur Aron með huggulega snúning. Passlega vel gert. Snýr svo aftur tilbaka. Finnur Loga. Bele býður svona miðju. Fær hann. Og skiptur hann með yfir. Geggjaður bolti. Davide hafði ekki trú á þessu. Já, þið heyrðu rétt. Ég er farin að kalla hann Davide. Hann hafði ekki trú á því að þessi bolti kemist alltaf yfir. En boltinn var frábær frá Bele. Og hér, Bele, mikið plás. Kemur að Loga. Sem eru tveir út að hægra megin og Logi notar það. Jói Birgi nær þessum ekki. Fín pæling. Sjáum að Grótt er að gera breytingu. Tvöföld skipting. Og ég sé ekki alveg hverju þetta eru sem að koma inn á. Axel að koma að velli og Tómas er að koma inn á. Tómas er helvíti góður, það er að segjast. Það er Axel og hver er hinn sem fór á velli? Já, það er Númi. Fínt að losna á hann. Jú, og það er Arnþór Páll. Tómas er, sko, held ég í grunnskóla.
En ekki láta það blekka ykkur. Sá er góður. Og sjáum hvað verður úr þessu. Og vel gert hjá Loga, þarna var nauðsynlegt að stoppa Sigursteinar. Já, í fyrirleiknum var Tómas algjörlega geggjaður á móti Ægi. Spurning hvort að Nenad og Baldvin fara að hreyfa þessu Ægisliðinu. Góð skiptingin yfir, Davide og Atli og sendingin er Davide, já, gekk. Davide fer með boltan hérna. Og kemur hann fyrir, góður bolti, já, ok. Aron setur henni fyrir Grím og Grím sem mætir og selur sig eiginlega. Og sjáum hvað verður hér, Tómas á ferðinni. Það er bara sparkar hann gutta niður núna, takk. Sparka niður, nei ok, fyrir þetta niður og ekkert brotið, ok. Þurfti ekki að sparka niður. Já, hér. Grímur. Og frábær bolti inn á Tómas og vá, eins gott að Grím sé hensi fyrir þetta. Það minnst ekki á þessa pressu, já, og Gróttamurinn núna. Lætur bara vaða og já, Dabbi kemur þessu frá en ekki langt, Valtýr. Og Patrik. Og sendi ekki, já, ok, Arnar, það kom eitthvað yfirlaup. Hér Patrik. Arnar hér og Patrik með boltan aftur, huggulega spilað og Aron. Jæja, gerði vel hana og hér Binni í fínni stöðu. Binni á ferðinni, 1 gegn Aroni og sjáum Jóa Brygga á sprettinum. Ætlar hann nota hann, Binni fer bara á hann. Nei. Allt of óákveðinn hana. Einhvern veginn. Það var þægilega sem að Aron hefur gert í allan dag, var að stoppa þetta. Tómas sjáum hérna, strax komum nú mikið á boltanum. Það verið töffari. Grímur. Já, Kristófer. Já, ok, Arþór reynir bara að skota hérna, lúmst. Sparkið frá marki Ægismanna. Sjáum hérna út á liðinu eru Baldvin og Nenad að ræða saman. Klálega leikminn á bekknum með Ægi sem hafa verið að spila fullt af mínútum. Kokic, Punjet. Leikminn sem getur réttilega að koma inn í þetta. Bele tekur boltan niður og gera huggulega og í gegn með hann. Jæja, Arnar réttir maður réttum stað hana. Já, Sigurður Steinar og Patrik kemur hann fyrir, þetta er góð bolti en Davide, okkar maður, kemur sér frá. Já, pressan heldur áfram frá Gróttu. Og huggulegur bolti, Sigurður Steinar með skotum, beint á Stefán, þessi boltin er þá inn á. Já, þetta var svona eiginlega skildu að stega Stefán en hann er búinn að verja oft vel í leiknum. Hann var svona, byrjaði ekki, mann ekki minni hvort að hann hafi byrjað, hann er alltaf búinn að vera að skipta einhvern leiki með Kogi. Varamarkmann Ægismanna og hann er bara unnið sem sæti í markinu núna, hér er Tómas. Vel gert hjá Bele að koma tánni í þetta hana. Bele, já, skilja boltanum á sér, Binni, nei. Er Davide að fara að ná þessu? Davide kemur á ferðinni, hann er á rosalegri ferð, já, ok. Herru, þetta var bara eins og svona gamall Volvo vörubíl. Byrjaði hægt og svo var hann komin bara á því líka að lenda hraða. En er hann alveg búinn á því eftir þetta. Hann er kantbakurinn en Jói Breki gerir vel, fyllir í hans stöðu. Davide er alveg sprunginn, ég er að fylgjast með hérna. Sjáum hvað verður, þessi bolti bara farinn, já, vel gert Dabbi, opaslega vel gert. Sjáum við kannski Davide fara að mæta í mynd. Það er eins og hann að vera að hlaupa hérna síðasta laugardag í maraþoninu, en það var þetta fáránlegur sprettur, það verður að segjast. Sjáum hérna, koma tveir varamenn, er þetta ekki
Kokic og Anton syns mér að koma og gera sig klára. Ægi. Jú, það Kokic og Anton. En Gróttumenn hér í sókn. Og Gabriel. Passlega vel spilað hérna. Gabriel kominn inn á teig. Kemur hann út á Tómas sem fer vel með boltan hérna. Og Valtýr stingur hann inn fyrir. Burt með þetta. Já, bara burt með þetta. Já. Já, ég svona alveg 70 mínútur, 20 mínútur eftir allan að venjulegum leiktíma á. Mér finnst svona alveg hræddur við úthaldið hjá Ægismönnum núna. Og það enn eitt langa engastið. Það Patrik sem tekur það. Og boltinn í átt að Aroni. Aron skallar þetta aftur fyrir sig og Dabbe mættur skallar þetta frá en ekki langt en vel gert hjá Jóbreka þarna. En Gróttumenn halda boltanum. Úff, aðja, þetta var nú ekkert sérstakt hjá Jóbreka. Brjóta sér þarna. Gauð spjald á hann. Já, hann var Arþór sem að sótti þessu aukaspyrnu. Og þá gera Ægismenn breytingu. Spurning hvort að Davíde fara að velli. Bela fara að velli? Nei, ég trúi því ekki, hann er búinn að eiga svo góðan leik. Jóbreki fara að velli og Davíde, já. Þessi sprettur þarna, hann fór alveg með hann. Ég held að sé ekki ennþá búinn að hefna sig. Jóbreki spilaði vel, að mínum mati. Þetta er fína spretti en svona var lítið oft í boltanum og svona en klálega að laða sig fram. Kemur Anton Breki fyrir Davíde bara í kantbakvörðinn. Bara aðeins að þétt í raðirnar. Og Kokic, Dimitri Kokic kemur inn á. Kokic svona verið að starta flesta leiki. Fyrir Ægi. Sjáum hvað verður. Já, ok, það var fínt. Patrik fekk boltan hann bara í lærið og út af. Dabbe og Logi. Og Anton. Kokic fær ekki boltan. Kokic þarf að draga sig út hérna og Grímsi. Grímsi gerir þetta vel. Já. Spurning hvort það, nei. Kokic hérna. Skattar hann aftur fyrir sig, Binni inn að þessum ekki. Allir upp í loftið og það var svona, já, ok. Logi, láttu nú bara vaða. Logi er þá á boltanum, stingur með fyrir og Aron í fínni stöðu. Aron þarf að losa. Jæja. Fínt tækifæri hér í Ægismönnum. Ef ég mann rétt þá held ég þetta sé fyrsta hornspyrna Ægismanna inn í seinna leik. Það þarf að finna stórustrákana Dabbe. Kokic. Og Kokic nær skallanum en nær ekki að stýra þessa marki. Jæja, hann náði að stýra þessu að marki en ekki á markið. Sjáum að Gróttumenn að stilla upp í sóknina en vel gert hjá Aroni. Búinn að vera flottur og sérstaklega í seinna hálfleik. Vá, Stefán tæpur maður, úff. Grímsi og finnur Kokic, Kokic snýr, lítur upp og finnur Aron þær á hlaupinu og Rafal mætir út og já, fín pæling.
Atli, aðeins svo mikið hérna en einhvern veginn nær hana. Ná boltanum aftur en sendingin frá Bele hérna ekki góð og Bele hann að verist snúa sig. Æjæ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  og hann tóknar hann á kálfa sínist mér. Stoppa bara. Hann er ekki að fara að stoppa leikinn, það er alveg klárt. Og þessi bolti upp á þakneti. Og Bele liggur hann eftir og virðist að tókna bara. Ég held það. Já, hann er þarna að teygja á kálfunum. Sýnist Grótta vera að gera breytingu. Þarna fer. Já. Gabriel fer á velli. Og Valtýr eða hvað? Já, Gabriel og Valtýr fara á velli. Gabriel fekk algjört dauðafæri hérna í upphafi seinni hálfleiks. Klikkaði illa. Og Bele, hann sýnist mér gefa merkjum það að hann sé bara búinn. Kemur Puniet bróðurinn inn á, held ég. Bele er búinn að hlaupa eins og titlingur hérna í þessum leik. Búinn að vera frábær í þessar 75 mínútur á mínum mati. Svona reyna að sjá hver að koma inn á henni á Gróttu. Þannig alvöru rumur að koma inn á. Kristoffer Orri Pétursson að koma inn á. Og Arnar Þór Helgason. Veitur ekki Arnar Þór Helgason, hann er miðvörður. Hann er að koma inn í fremstu línu. Já. Chris Barcel að beita hérna. Ég minnir það að hann Arnar hafi spilað miðvörð henni í fyrirleikum. Hann er allavega með þá holningu, miðvara holningu og númer 2. Það er ekki strækir að tala. En já, er þetta kannski Addi Bomba? Þetta er líka Addi Bomba, já. Þarna er eitthvað annar Arnar þarna. Já. En hann var bara komið með svona turnana fremstan. Dabbi hefur nú bara gaman af því að fá turnana til að leika við. Allir gerir þetta rosalega vel. Veitu, hver er þetta komin inn á? Já, Ægismenn. Já, það er... Já, vel gert hjá Antoni. Spurning hvort það hefur verið Ragnar Páll sem var að koma inn á. Ég sé þið baki á hann núna hjá Ægismennum. Jú, það ekki, var þetta ekki þristurinn? Ég veit það ekki ennþá. Ég held það. Jú, það var Ragnar Páll sem að kemur inn á hjá Ægi. Og bæði lið búið að gera nokkra breytingar inn á. Fyrir hann niður og... Vá. Þetta var, ég veit það ekki. Ekkert dæmt. Leikurinn heldur áfram. Og... Já, Ragnar næst kallar hann hérna. Pressa núna frá Gróttumönnum. Og Arnar Logi losa bara pressuna í átt að Aroni. Aron á meiri ferðinni og sem að Rafal kemur ekkert á markinu, fær boltan hér og krefjandi bolti. Kokic. Já, tekur hann bara huggulega niður. Og Kokic, þetta er bara vaða, já, ok. Og Ægismenn skiptir líka í allri þessari skiptir hínu. Út af leikmann nr. 45, Bele Lenarauts og Ingo leikmann nr. 3, Ragnar Páll Sigurðsson. Og hér sækja Tómas út í vítina, þetta lítur ekki vel út, nú eru Ægismenn á ansi gasaðir og... Vá, tundur, svona sundur tættir Ægismenn. Þetta var allt of auðvelt fyrir Gróttu þarna. Já.
Kristófer inn að fær boltan hér og Kristófer á ferðinni. Kristófer er nú verið að byrja flesta leiki á Gróttu sumar. Aron nær þessum bolta ekki. Grímur. Og ég skil nú ekki alveg af hverju Tómas og Kristófer voru ekki að byrja hennar leik. Ég er ekki að kvarta í því. Alls ekki. Arnar nær skallanum og finnur Arthur hérna með góðan skalla. Arthur út í vítina. Úff. Og skot hérna. Vá. Ég sá þennan inni maður. Allt inni ég sá bolta að lenda í netinu sem betur fyrir var hann. Réttu megin við netið fyrir okkur ægismenn. Fór utan á netið. En núna er ég orðin ansi smeykur við. Sýnist menn er orðin ansi þreyttir þarna vinstra megin. Hvað er þessi Arnar Addi Bomba að gera í fótbolta? Hann bara er í körfu. Nýta þessa hæð þar. Inn á teig og Pinninn er ekki þessum bolta. Tómas ekkert eðlilega vel með boltan. Tómas hérna. Tómas hérna koma hann fyrir og gera það helvíti vel og vá. Hálsbyrna. Já, Tómas. Fáránlega gaman að sjá hann spila fótbolta. Þetta er bara eitthvað gutti. Grímur sem tekur þessu hálsbyrnu. Inn á teig og Dabbi skallar þetta frá. Binni skallar þetta fyrir sig og skotina. Já, ok. Kristófer Árey sem átt að skot. Hitt ekki á markið. Og ennin skiptingin hér. Og Sigurður Steinar fyrir á velli. Og mér sýnist að vera Hilmar Andrew McShane sem er að koma inn á. Sonur Paul McShane. Hélt mikið upp á Paul McShane þegar hann spilaði með Fram. Þá lék hann með Jóni Guðna Fjólusinni. Bekkjarbróður mínum, ægismanni. Sem að átti svo fína feril. Hér, Aron kassar hann heldur betur á alla hérna. Vel gert. Og Kokic er rángstæður, hella flaggið niðri, Kokic. Og kemur hann út, Binni með skot og snær ekki að halda boltan á niðri. Fínt færi hér. Fínt færi. Grímur og sjáum pressan hérna og opinn hérna. Vá, tæft er það. En vel leist á Gróttumunum. Grímur. Og Kristófer. Og Tómas, þessi gæi er svo fáránlega góður í fótbolta. Arthur, en Arthur rángstæður. Alli. Tilbaka á Stefán. Stefán upp í loft. Já. Anton og setur hann í gegn. Lyft honum drengur, ja. Ragnar náðu ekki að finna Kokic þarna. Kristófer tilbaka. Grímur á Kristófer Orra. Nei. Jæja. Tómas. Svona til þess að summera bara upp sumur af ægismunum, þá kemur ekkert óvart að kemur mark hérna. Vá. Vel gert Dabbi að komast á undan Arnar í þetta. Já, núna er komin alvöru danger zone tími hérna hjá ægismunum. Það fengi ansi mörk á sig á þessum tíma og dýpra inn í leikinn. Og núna sérstaklega menn orðnir frekar gasaðir og manni færri. Ægismenn spila manni færri hérna alla seinni hálfleikinn. Kristófer Árey með hornspyrnuna og þetta er hátt. Fer yfir Grím. Já. Grímur. Boltinn út. Stoppa þetta.
Úff, já, ok. Stefán á að vera þetta á hér. Aron, hann er ekki að taka boltan alveg með sér hérna. Og vinnur boltin hérna, vel gert hjá Aroni. Svona, það virtist vera hálf glatt, við verðum svona glatta þessu. Ægismenn haldaði boltanum. Nú vill ég bara, nú tek ég jafnteflið. Það er bara þannig. Kokic skiptur honum yfir. Þetta var svona, já, fyrir bara boltan á Atla. Atli ennþá hlaupandi allan völlina. Og Grímsi, Arþór, Grímur, Hilmar, Tómas, sparkaði þetta bara niður. Nei, Grímsi, henni satt það frá. Sá búinn að vera góður, en setja hann algjörlega til fyrirmyndar. Og boltinn fyrir á velgert Arnar. Arnar líka verið mjög góður. Binni mætti bara mjög aftarlega hérna. Og boltinn út á Grím. Grím búinn að smetla honum einu svona aukaspinninni í þessu leik. Ætlar hann að tróða honum inn fyrir. Arnar Logi. Já, Ægismenn. Lifa hérna á línni. Og yngastið langt. Búst með þetta. Kokic, nei! Nei, ekkert á þetta. Kæru, það er bara eins og hann hafi verið stunginn með hníf. Þvílíku öskur. Ég veit ekki hvort þetta var vítið ekki. Ég er svona, eins og ég segi, Arnar held ég, það var ekki margir, hann var svona tæft umdeilt rautt spjaldinni í fyrra leik, það var ekki margir 50-50 dómar að fara að falla með Gróttu. Liggur ennþá eftir. Hilmar sýnist mér, nei, ég veit ekki hver þetta er sem liggur hérna. Þetta er Kristófer, hann er allan að fúll. Er þetta... Já, spurning hvort það er í hann. Hérna sé ég ekkert að ljúga, ég trú hann að veila bara. Það var ekkert á þetta. Nei. Og hvað, hérna hefur verið að henda Chris Barcel í styrtu eða hvað? Línuvörðurinn rekur hérna. Þjálfarteimi Gróttumanna inn í skýli. Já, alveg spurning hvort að Gróttumenn áttu að víta þarna, ég veit það ekki. Ég nenni ekki að skoða það tilbaka. Og Aron er komin inn fyrir, og Aron, nei! Hann mátti engum muna að Rafael kom hann út. Atli gerir vel að stoppa átt að baka aftur og hvað er að gerast hérna? Atli hendir Tómasinn aftur og Grímur stendur yfir honum. Já, það er... Ég fíla alltaf við fótbolta þegar er eitthvað svona kýtingur og liðsfélagar koma og bakka sína mennu. Tilbúnir í stríð og láta ekki vaðið við sína menn. Þannig að sáu Aron og Kokic mæta strax, bakka upp alla sinn mann. Þetta finnst mér fallegt við fótbolta. Það er að vera í liði, þá ertu bara að fara í eitthvað stríð sem að eru allir saman í. Þó þessu ekkert menn sem að þekkjast fyrir tímabilið eða hvað það er. Þá er þetta bara orðið þinn bróðir. Sama hvað, ég er að fíla Aron, hann er greinilega mikill, svona með gott mentality. Hann er að rekka menn áfram hérna á mikilvægur tímapunktur hérna fyrir Ægismenn að halda þetta út. Ekki það venst aldrei að tapa leikjum á lokamínútunum, það verður eitthvað sem enginn vill venjast. En það er búið að gerast ansi oft fyrir Ægismenn enn í sumar. Ég er ekkert eðlilega stressaður í viðurkenni það. Ég nenni ekki að tapa þessum leik. Boltinn fyrir og Kokic skallar þetta frá, vel gert Kokic komið vel inn í þetta. Og Arþór rinsar þetta í burtu. Þannig þurfa menn að ræða saman, fóru báðir í sama boltan, Tómas er rangstæðari, já. 89 mínútur á klukkunni akkurat núna. Stefán lyftur hann mér fram. Og
Kókits tekur hann niður. Kókits setur Aron í gegn. Svo fössending. Ægismenn eiga svo mikið skilið að fá sigurmark hérna, bara svona fyrir effortið og allt sem hafa lagt í marga leiki í sumar og klúðraði með einhvern veginn. Það hefur aldrei einhvern veginn verið í hináttina, en fótboltinn spyr ekkert um það. Þú ert bara að halda einbeitingu 90 mínútur og Ægismenn hafa ekki gert það í sumar. Þess vegna kemur ekkert óvart ef að Gróttumenn myndi koma með eitthvað óþolandi mark hérna. Nei, Binni mætti baka, gerir vel. Kókits í gegn. Nei, ekki stoppa með þetta flagga upp, maður. Jæja, við erum bara að treysta þessum aðstoðardómara. Kókits ekkert mikið að mótmæla þessu. 90 mínútur á klukkunni. Spurningar sem miklu er bætt við, ég veit ekkert um það. Boltinn út í vítina. Kristoffer. Bolt tilbaka, burt með þetta. Burt með þetta. Tómas. Ok. Kristoffer nær þessum. Og Grímur horfinn á teig, kemur með hann. Stefán! Já, vel gert Stefán! Kýlir þetta frá. Og Tómas, það er að mæta honum. Tómas. Ennþá með boltann, Grímur. Shit. Jesus Christ. Ég er ekki með taugar í þetta. Bara flauta þetta af. Flauta þetta af, Arnar. Ef Ægir færir þessu mark núna, það er þess bara, úff. Hvað er að gerast nú teig? Þarna eru Anton og Arnar þarna í einhverju, nei, Arnar Logi. Arnar Logi nú ofta látið sér heyra og með eitthvað svona shithousery. Þess vegna elska ég hann. Það er einhver kýtningur þarna. Skulum ekki missa hausinn núna, strákar, bara verjast. Burt með þetta. Já, vel gert Stefán. Kýlir þetta frá, þetta er ekki búið. Grímur. Atli, rennur rassinn, en ég missir hann fram hjá sér. Grímur fyrir niður. Sama, Atli var þarna að spila vörnila bara með á rassinum hana. Það er eitthvað sem segir mér að, ég er náttúrulega mjög svartsýnn af sú reynsla hefur sagt, bara það er allt sem segir mér að þeir sé að fara að skora hérna. Kristoffer Orri með aukaspyrnuna. Og hvað er að gerast hérna? Burt með þetta, já, geggjuð tækling. Grímsi vill eiga hann að bolta. Það er ansi mikill hiti í mönnum hérna. Kristoffer Orri. Hleypur upp á hotfellana og Tómas býður sig. Nei, ætla að koma sér inn í. Jæja, þetta hlýtur að vera bara eina síðustu spyrnum leiksins. Kemur hann hár inn á teig. Og Arnar Logi hreinsar þetta. Aðalega hátt. Aron hérna í baráttunni, stöðubaráttu. Og skattar þetta aftur sér, nei. Gaf stila bara upp. Atli. Situr hann hér bara upp í. Og Aron er mættur. Náðu þessu. Og hvað er að gerast? Skoraðu! Nei! Skoraðu, maður! Og þetta er ekki búið. Skot! Nei! Ertu að grínast? Algjör dauðafæri hér á Ægismönnum hefur getað stolið þessu. Jesús, þvílík varsla frá Rafalama. Náðu að henda sér í þetta. Skjótt skipast yfir lofti, maður fannst þess að Gróttan hafi verið búin að vera í sókn bara í marga daga. Hotspinn eftir hotspinn og aukaspinn og svo fá Ægismenn. Þetta var lygilegt. Sjáum að Ægismenn eru nú ekkert að fórna mörgum, Dabbi bara tilbaka. Kemur Binni inn á, er það Þorkell sem kemur inn á fyrir hann? Sýnist það? Já, Þorkell. Það verður nú geggjað ef Þorkell Þráinsson kæmi hérna inn á myndi stangarinn.
Þorkell, minn maður, uppalinn í Þorlákshöfn, hóf leiktíðina í 5. deildinni með Stokkseyri. Bolti fyrir og önnur hornspyrna, ekki? Þessi bolti en þá inni, Ragnar. Hann heldur þessu innan. Ó, Ragnar, já, Ragnar, vel gert. Boltin út. Æja, þessi setting var ekkert sérstök hana. Og hvað, nú þarf að koma sér tilbaka. Ekkert kjaftaði. Dabbi. Stefán gerði mjög vel komin út á móti. Treysti Dabbi. Dabbi treysti honum. Það er ekki búið. Hvað er mikill uppbytt á tími hérna? Það er ekki að stoppa. Æja. Atli tók hann bara niður þarna. Hvað er búið að bæta miklu við? Mér fannst bara búið að vera 90 mínútur og klukkan er bara búið að vera 5 mínútur núna. Ég veit ekkert hvað hann bæti miklu við. Það kom það 5 mínútur upp á núna. Ég held að vera meira. Kannski fullt dramatískt hjá mér. 5 mínútur, það getur ekki verið hann er bætt mikið meira við það. En er það ekki bara mark núna frá Gótu? Ég verði að hætta að vera svona svartsýnn en ég er að segja ykkur, það er svona 5-6 mörk sem Ægismenn hafa fengið á þessu uppbótartíma sem skipta máli. Ég er að fara á taugum hérna. Kemur það fyrir. Vá. Þannig að fyrir það brút og nú hlýtur þetta að vera búið. Sé Arnar líta á klukku sína. Og Ægismenn eru að landa hér stigi. Hér flautar dómar leiksins leikinn af og Ægismenn ná hér jafntefli manni færri í 45 mínútur gegn Gróttu. Og ég myndi bara segja að þetta séu sanngjörn úrslit svona miðað við. Ægismenn gerði virkilega vel manni færri hérna og ég viss það að Gróttumenn séu ósáttari með þessu úrslit og Ægismenn ganga bara hér frekar ánægðir á borði og Baldvin og Nenad líklega gríðarlega stoltir af sínum mönnum að hafa náð í þennan punkt því að oft hefur þetta hrunið og farið í algjört raskat hjá Ægismönnum en þeir héldu út en ég veit bara að þakka fyrir mig frábærum fótboltaleik lokið alls konar í gangi og mikið að gerast fengum fullt af færum spjöld og